Bára Ómarsdóttir Kjósöl. Já, formaður og góðu félagar. Þakka Pavel fyrir fínt yfirlit stöðu mála í nefnd C. Mér langar að taka undir þær áhyggjur sem að hann lýsti svona takmörkuð áhrif þeirra sem að búa á landsbyggðinni ef að landið verður gert að einu kjördæmi. Ég sjálf mjög áfram það að atkvæðavægi verði jafnað eins mikið og kostur en ég held að við þurfum að horfa á aðra valkosti heldur en að gera landið einu kjördæmi vegna þess að eða þá að finna einhverja leiðir til þess að tryggja það eins og til dæmis var gert með kynjakvótum eða svona kynjaleiðréttingu í kosningum til stjórnlagaþings að það verður að huga því að fólk sem að ekki býr á höfuðborgarsvæðinu sem að gjarnan hefur minni tækifæri til að koma sér á framfæri í þjóðfélagsumræðu að það eigi líka kost á að ná kjöri með því að svona koma sér á framfæri kannski einhverjum í sinni heimabyggð. Ég mjög andsnúin því allavega enn sem komið að við leggjum til einhverjar hugmyndir að gera landið að einu kjördæmi. Það eru auðvitað vandamál sem að tengjast eða öllum öðrum framsetningum. Það ekkert kosningakerfi fullkomið og það svona vekur hjá mér spurninguna það hvort að þetta sé mál sem að skipa á í stjórnarskrá yfir höfuð, þessi nákvæma útfærsla sem að hefur verið rætt hérna til dæmis í gær, þó ég hef nú ekki verið viðstödd fundinn en svona séð glósur og heyrt í fólki að þá velti ég fyrir mér hvort að það sem að mér allavega fannst vera bragarbót þegar að kosninga hinnar ítarlegu kosningareglur voru færðar úr stjórnarskrá 1995 hvort að sú umræða hafi farið fram í nógu miklu mæli að þannig ætti þetta að vera að við getum kveðið á einhverjar grundvallarreglur kosningarnar, til dæmis fjölda kjördæma eða kosningakerfi en ekki nákvæmlega stærð kjördæma eða annað. Að því sögðu þá vil ég nú kannski setja varnagla við því sem að Gísli nefndi með að kjördæmin mættu ekki vera of stór, til dæmis með 3 fulltrúa, að það hefur nú sýnt sig að konur vilja gjarnan verða að skrauti í uppstillingum flokka og lítil ástæða með við rannsóknir á til dæmis opnum listum, rannsóknum á kosningum sem fara fram með óröðum listum til þess að ætla að þær komi inn framar heldur en þær hafa gert í forvalið að prófkjöri og þess áttar fyrirkomulagi og þannig að þeim mun minni sem kjördæmin eru, þeim mun færri líklegt að konurnar verði og ég vil ekki taka þátt í að móta kerfi sem að býður upp á þess áttar möguleika. En þannig að þetta svona með að konurnar svona hafa í huga ekki bara búsetu áhrif heldur líka kynjaáhrif og sömu afleiðingar hafa oft kosningakerfi hafa oft mjög svipuð áhrif á aðra minnihlutahópa þá að það sé kannski ekki mikið vandamál í nútíma samfélaginu á Íslandi eða þá það eitthvað sem við þurfum að hugsa Ég held að þetta séu nú svona mínar helstu athugasemdir bara til að halda því á lofti annars vegar að taka undir þessar áhyggjur af því að landið verði eitt kjördæmi en hins vegar að þau megi ekki verða of lítil til að koma í veg fyrir fjölbreytileika og í öðru lagi að svona halda því til haga að ef til vill að þá eigi nákvæm skipan kosningamála ekki að vera stjórnarskrármál.